Geysimikið jökulhlaup úr Mýrdalsjökli hefur valdið stórtjóni á Mýrdalssandi í dag. Tætt í sundur hringveginn á löngum kafla, flætt yfir tún og brotið brúna yfir Skálm. Hlaup hófst úr Mýrdalsjökli í dag og á tímabili óttuðust menn að brúin hér fyrir aftan mig yfir Jökulsána Skálm kynni að fara. Það gerist ekki en vegurinn fór. Bóndi í Álftaveri telur öruggt að hann hafi misst eitthvað af fé sínu undir vatn. Flóðið hafi komið snöggt og skepnurnar ekki haft ráðrúm til að bjarga sér. 15 börn og 8 konur voru drepin í loftárás Ísraelshers á skóla á Gaza í morgun. 11 börn og unglingar voru drepin í loftárás á fótboltavöll í Ísrael. Ég græt á hverju ári en hlæ líka, dansa og öskra, segir þátttakandi í druslugöngunni. Mikill fjöldi gekk til stuðnings þolendum kynferðisofbeldis í dag. Gott kvöld. Stórt jökulhlaup kom í ána Skálm austan Mýrdalsjökuls í dag og virðist hafa náð hámarki síðdegis. Almannavarnir lýstu yfir óvissustigi og rýmdu svæðið við Sólheimajökul. Þjóðvegurinn er í sundur og skemmdist á kílómetra kafla austan við Skálmarbrú. Vatn flæddi suður í Álftaver. Og Benedikt Sigurðsson fréttamaður er við Skálmarbrúna. Benedikt, er flóðið byrjað að sjatna? Já, það er víst óhætt að segja það að þetta er nú byrjað að sjatna aðeins. Það sem ég stend akkurat núna, þar var flóðið í dag en áin er hérna í það bil 20 metra fjarlægð og þið sjáið brúna hér fyrir aftan mig. Það er komið skarð, heilmikið skarð í veginn og vegurinn er skemmtur á það bil kannski 500-700 metra kafla en brúin hélt og það var nú kannski fyrir öllu. En ég er staddur hérna að austanverðu við ána en sjónvarpsmenn voru einnig á ferðinni að austanverðu. Við stöndum hérna á þjóðveginum rétt austan við brúna yfir Skálm. Ég og Guðmundur Bergkvist myndatökumaður og eins og við sjáum hérna þá hafa gríðarlega mikla skemmtir orðið á þjóðveginum. Ekki bara norðan við veginn, heldur líka hérna sunnan við hann. Það er að segja hinum megin við þar sem áin kemur niður. Sennilega vegna þess að á meðan að flóðið var sem mest hér í dag þá hefur það flætt hérna yfir veginn, steypst hérna niður vegbakkann hinum megin og étið allt í burtu. Það er nokkuð ljóst að hér hafa gríðarlega miklar skemmtir orðið á veginum og öllu í kringum veginn og það mun taka langan tíma að laga þetta. Já, það eru náttúrulega bújarðir hér í kring í Álftaveri sérstaklega. Það er hérna að sunnanverðu við mig og það eru menn með skepnur, bæði kýr og kindur. Og hér fyrir aftan mig, hérna fyrir norðan, er beitiland þar sem bændur hafa beitt á og við töluðum við einn ábúanda í Álftaveri í dag. Já, ég hef nú aldrei séð svona flóð áður á þessum stað, ekki í þessari á. Ég hef séð flóðið í Múlakvísl 2011, ég myndi staðsetja það kannski eitthvað í líkingu við það. Þú ert með upprækstrarland fyrir norðan okkur. Áttu von á því að eitthvað af þínu sauðfé hafi farið undir vatn? Já, þetta eru heimalönd þessara jarða, Holts og Herjólfsstaða, sem að þetta vatn er að flækjast í dag og klárlega hefur eitthvað, eða bara mér þykir mjög líklegt að það hefði eitthvað tapast. Ég hef í tilfinningu fyrir að þetta hafi komið mjög snöggt, þetta hafi gerst mjög snöggt og skepnur ekki haft ráðrúm til þess að koma sér á hærri staði. Og það er náttúrulega bara verkefni sem á eftir að koma í ljós á næstu dögum ef þetta sjatnar einhvern tímann að fara þetta svæði og miðað við hvernig eiginlega þetta flóð hefur verið í dag þá náttúrulega bara er öruggt mál að það mun aldrei finnast neitt ekki nálægt því allt saman. En spurningin sem kannski flestir er að spyrja sig núna, hún er svo á þjóðvegur 1 að vera lengi lokaður. Hversu langan tíma tekur að gera við þetta og hvenær geta ferðamenn aftur farið að þeysa hér
á milli landshluta. Maðurinn við hliðina á mér, það er maðurinn sem ætlar að reyndar að beita sig fyrir því að það veri gert við veginn. Hvenær sérðu fyrir að þið getið byrjað á því? Leið og vatnið sjatnar, við höfum ykkur tækifæri til. Tækin eru komin á staðinn og reiknum með að byrja strax í fyrramálið að laga ef vatnið hefur gengið niður. Nú hafðu menn töluverið áhyggjur af því að brúin hérna fyrir ofan okkur, hún kynni að skemmast og enda braut mjög á henni á tímabili og reyndar gróf frá þessum stöpli beggja vegna frá. Óttuðustu það að hún færi? Já, ég óttust það töluvert en hún stóð þetta af sér. Það eru eingöngu skemmdir á leiðurum og tengingum. Brúin virðist alveg óskemmd. Hvernig verður staðið að þessari viðgerð? Það verður bara keyrt í og ýtt upp veginum og lagað til og ef allt gengur upp það þarf að líða frá morgundaginn getum við opnað ef svo framlega sem vatnið sé farið og minnka. Já, þannig að þið gætu jafnvel opnað hérna veginn svona kannski ófullkomin á morgun þannig að fólk kæmist á milli. Í fyrsta lagi, það er svona bjartsýnasta spá. En menn hafa nú önnur ráð, það er hægt að fara aðra leið hérna austur fyrir, ekki satt? Jú, við höfum Fjallabak niðra sem er hægt að fara ef þú ert á þeim útbúnum bílum. En það er spáð töluverður rigningu, menn er að fara með gát sem alla þá leið. Þú varst að segja mér áðan að ferðamenn veru jafnvel að leggja í þessa leið og þeir eru nú margir á Duster, það er nú kannski ekki fullnægjandi? Ekki með við rigningarspána, en það var að reyna að fylgjast með og hjálpa til bara, það er eina sem við getum. En það er sem sagt verður ráðust í viðgerðir, allar að byrja því í kvöld eða í nótt? Bara leið á þetta minnkar, það við býðum ekkert. Leið og að minnkar, það er kannski ágætis útgangspunktur að fara ekki af stað fyrir en að flóðið er sjatnað. En vonandi kemst vegasambandi í samtlag innan skamms en við látum þessu loki hérna af sandinum í kvöld. Takk fyrir það, Benedikt Sigurðsson. Og velkomin nafni hans, Benedikt Ófeigsson. Getur sagt okkur hver er staða núna? Er flóðið farið að sjatna? Heyrðu, já, við sáum þannig á hámarki svona á milli 3 og 5. Og nú er það farið að sjást verulega á ánni að það er að minnka í henni. Þetta var óvenju stórt hlaup, er það ekki? Jú, þetta er svona með stærri hlaupum. Það er vissulega mjög algengt að koma hlaup úr Mýrdalsjökli, sérstaklega í Múlakvísl, en hérna þetta er svona, það eru ekki mörg sem verða svona stór. Síðast fenguðu svona hlaup 2011 og þá fór brúin af Múlakvísl og sömuleiðis 1955. Þannig að þetta er svona í þeim flokki, gerist ekki oft. Og þú nefnir árið 2011, getur verið þetta við Kötlugos undir jöklunum sem að gæti hafa gerst þarna í síðasta stóru hlaupi þá? Við sjáum ekki merkjum að því gos. Sjálfsagt eftir að rökræða það eitthvað áfram eins og þeir hafa gert með hinn tilfellin en ég sem ekki sjá merkjum að því gos núna. En hvað veldur þá? Teljum að það sé jarðhiti, það hefur safnast fyrir vatnarna í einhvern tíma út af jarðhita og svo sleppur það svona í einum, allt í einu losnar allt í einu og þá kemur stórt hlaup. Getið þið eitthvað spáð fyrir áframhaldið, hvenær þetta gengur niður til dæmis? Þetta er náttúrulega að ganga niður, það heldur bara áfram að minnka væntanlega í nótt en það gæti tekið góðan sólarhring að ná jafnvægi eða sem sagt ná venjulegu rennsli aftur, allavega já eitthvað svoleiðis. Svo verðum við bara að bíða og sjá hvort það verður eitthvað framhald af virkni og það má alveg búast við því að verði tíðir svona smá hlaup allavega en við höfum nú ekki vonað svona stóru hlaupi aftur í sumar. Kærar þakkir fyrir komuna Benedikt Ófeigsson og þið standið áfram vaktina. Já. Það gerum við sömuleiðis á vefnum okkar rúv.is. En þá að öðru, að minnstakosti 30 voru drepin í árás á skóla í Deir al-Balah í Gaza í morgun. 200 starfsmenn Palestínuflóttamanna aðstoðar Sameinuðu þjóðanna hafa verið drepnir frá því Ísraelsher réðist inn í Gaza. Enn eitt sjúkrabíllinn með öskrandi sírenur á leið á yfirfullt sjúkrahús á Gaza. 15 börn og 8 konur voru á meðal hinna látnu. Í yfirlýsingu ísraelska hersins segir að spjótum hafi verið beint að stjórn og stjórnstöð Hamas á Katja skólasvæði í miðborg Gaza. Þar hafi liðsmenn Hamas hreiðrað sig og skipulagt árásir. Örvæntingin mikil, meira en 100 særðust og voru fluttir á Al-Aqsa sjúkrahúsið í borginni. Sjúkrahúsyfirvöld segja að flestir sem þangað leituðu hafi verið konur og börn. Sumir hinna særðu komu þangað fótgangandi. Þegar árásum linnti leitaði fólk að ástvini sínum í rústunum. Ísraelsher skipaði í morgun fólki í Al-Mawasi að hafa sig á brott.
Í yfirlýsingu hersins eru þeir sem leita hafa skjóls varaðir við að vera í Al-Mawasi sem 8,5 ferkílómetra landskiki við Miðjarðarhaf sem áður hafi verið skilgreint sem öruggt svæði og fólki óhætt að vera þar. Sameinuðu þjóðirnar segja að þegar hafi 180.000 flúið borgina frá því að Ísraels herti aðgerðir sínar í byrjun vikunar. Miðjan mánuðin voru 90 drepin í árásum og rúmlega 300 særðir. Ísraelskir embættismenn áætla að 14.000 liðsmenn Hamas og Islamic Jihad hafi verið drepnir eða handteknir frá 7. október í fyrra. Í byrjun stríðsins töldu Ísraels stjórnvöld að meira en 25.000 væru í vígahópunum. Samkvæmt upplýsingum heilbrigðisyfirvalda á Gaza hafa rúmlega 39.000 verið drepin. Ekki gerður greinarmunur á liðsmönnum Hamas og óbreyttum borgurum. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, í Bandaríkjunum og þar hefur hann fundað við lykilmönnum í stjórnmálunum. Í gær fór hann í mati á Donald Trump. Ísraelski forsætisráðherrann sagði að líklega færi sendinefnd til Rómarborgar til friðarviðræðna á miðvikudag. Og talsmaður ísraelska hersins fullyrðir að Hezbollah-samtökin beri ábyrgð á að 11 börn og unglingar voru drepin í loftárás á Gólanhæðum í Ísrael í dag. 20 særðust í árásinni og 1 lést á sjúkrahúsi. Börnin voru í fótbolta þegar eldflaug lenti á vellinum. Þetta mannskæðasta árás á Ísrael frá því að Hamas myrti 1200 manns 7. október í fyrra. Hezbollah then lied to the whole world and claimed they did not carry out this attack. This is a lie. We can confirm that Hezbollah murdered 10 children in this brutal attack and injured more than 20. All were aged between 10 to 20 years old. Það hræðilegt að fósturbörnum finnist þau ósýnileg í kerfinu, segir teymistjóri hjá Barna- og fjölskyldustofu. Börn í fóstri hafa lent á milli skips og bryggju undanfarna mánuði eftir að þjóðskrá breytti gagnagrunnum sínum. Fósturforeldrar eru ekki lengur skráðir með forsjá þeirra, heldur sveitarfélögin þar sem þau búa. Þeir hafa því ekki lengur aðgangað rafrænum gáttum eins og heilsuveru eða mentor fyrir hönd fósturbarna sinna. Formaður félags fósturforeldra sagði í gær að börnin væru ósýnileg í kerfinu og enginn virtist vilja taka ábyrgð á þessum vanda. Barna- og fjölskyldustofa heldur utanum málefni fósturforeldra og þar á bæ þykir gagnrýnin skiljanleg. Það er mjög gott að fósturforeldrar séu gagnrýnir á þessa stöðu því að hún er bagaleg en ábyrgðin er í rauninni á mörgum ráðuneytum og stofnunum sem hefur flækt vinnsluna töluvert. Guðbjörg segir flókið að leysa málið. Barna- og fjölskyldustofa hafi unnið að því í hálft annað ár í samvinnu við fjölda stofnana án árangurs. Skammtímalausn sé þó í sjónmáli. Og þar á meðal hefur verið að vinna með þjóðskráði því að búa til gagnagrunn þar sem hægt er að vinna þetta þannig að fósturforeldrar fái aðgang að rafrænum þjónustugáttum. Kerfið utanum fósturmál sé flókið og ábyrgðin liggi víða. Aðkoma Barna- og fjölskyldustofu snúi helst að því að veita fósturforeldrum stuðning og koma kvörtunum þeirra á framfæri við ráðuneyti og stofnanir. Nú sagði formaður félags fósturforeldri í gær að fósturbörn upplifi sig ósýnileg í kerfinu. Hver eru þína viðbrögð við því? Já, út frá þá þessu að þau hafa ekki aðgang að rafrænum þjónustugáttum. Það er náttúrulega bara hræðilegt að hafi þá upplifun og okkar sem að vinnum í kerfinu að reyna að styðja þau þannig að þau séu ekki ósýnileg. Á fundi með kristnum íhaldsmönnum í Flórída í gær varaði Donald Trump við því að ef Kamala Harris hefði sigur í forsetakosningunum í nóvember myndi hún skipa harðlínu marxista í Hæstarétt og tæta í sundur trúfrelsi og kosningarétt í Bandaríkjunum. Christians get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. Ummælin hafa vakið ugmeðal gagnrýnenda Trumps, en honum var líka tíðrætt banatilræði fyrir hálfum mánuði og segir staðráðin í að halda áfram að mæta á kosningafundi utanhús. As I think you can see, I've recovered well and in fact just took off the last bandage off of my ear.
Trump hélt sínu striki og hélt áfram að hamast á Joe Biden. As you know, 5 days ago, we officially defeated the worst president in the history of the United States, crooked Joe Biden. Hann ítrekkaði fyrir kröfur að Biden láti af embætti strax og gefi lítið fyrir að Kamala Harris verði á kjörseðlinum í hans stað. It doesn't work that way, and it's not supposed to work that way, and this really was a coup by the Democrats. This was a coup, nothing else. Hann beinti spjótum sínum að Harris. She was a bum 3 weeks ago. She was a bum. A failed vice president in a failed administration with millions of people crossing, and she was the border czar. So now we have a new candidate to defeat the most incompetent, unpopular, and far-left vice president in American history. That's what she is, the most incompetent, but certainly the most far-left. Og varaði kjósendur við öfgaföllum skoðunum hennar. If she ever got in, she will go back to all of those horrible original thoughts that she had. She'll appoint hardcore Marxists to the Supreme Court to shred our Constitution and all of our religious liberty. She will do that absolutely. She will try as hard as she can to add as many justices as possible to the U.S. Supreme Court. We don't want that to happen, do we? Skipuleggjendur druslugöngunnar segja það mikilvægt að þolendur kynferðisofbeldis finni samstöðu. Baráttunni gegn nauðgunarmenningu og óréttlæti sé ekki lokið. Ekki nauðga! Druslugangan hefur verið gengin allan heim frá árinu 2011 þegar kanadískar konur boðuðu til samstöðugöngu í kjölfar ummæla lögreglumanns að konur ættu ekki að klæða sig eins og druslur. Ef ein okkar skildi afmennskuð og smánuð og kennt ofbeldið sem hún varð fyrir með því að vera kölluð drusla, að þá skildum við bara allar kalla okkur druslur. Gangan mikilvæg fyrir samstöðu þolenda og baráttuna gegn nauðgunarmenningu og óréttlæti. Þetta fyrst og fremst samstöðu ganga. Þannig fyrir fólki sem mætir hingað á hverju ári þetta tækifæri til þess að skila sinni eigin skömm og finna að allavega einn dag á ári ertu umkringdur fólki sem trúir þér. Markmið druslugöngunnar að búa til vettvang fyrir þolendur til að losa sársauka. Og ég græt allavega á hverju ári, en hlæ líka og dansa og öskra. Mikill fjöldi tók þátt í samstöðugöngunni í dag. Gengið var frá Hallgrímskirkju að Austurvelli, þar sem sögur þolenda kynferðisofbeldis voru lesnar upp. En af hverju ert þú mætt hérna í druslugönguna? Ég er mætt vegna þess að mér finnst það mjög mikilvægt að við fáum að láta hlusta á okkur þegar við segjum frá. Því að það ekki gert, við erum búin að lenda í því allt of oft, að lenda í ógeðslegum fordómum gegn því að vera að tala á móti nauðgurum, á móti ofbeldisfólki og þetta komið gott, þetta komið nóg. Ég trúi þér! En þetta kannski það sem í mínum huga gangan snýst það að skila skömminni og það að segja það upphátt. Ég drusla! Og þá víkur sögunni til Borgarfjarðar eystri þar sem allt á öðrum endanum. Tónlistarhátíðin Bræðslan nær hámarki sínu í kvöld með stórtónleikum. Ég með helgafrí frá vertíð, þannig að bara hafa gaman og... Já, ég í sumarfrí, ég ekki ekki, þannig að ég ákvað bara að fljúga austur og koma og hitta vinkonur. Já. Koma á Bræðsluna. Ég kom bara á Bræðsluna til að hafa gaman og því ég elska að vera á tónleikum. Þessir tónlistarunnendur ekki einir þessa skoðun og það uppselt á Bræðslutónleikana í kvöld. Þetta 19. skipti sem Bræðslan haldin og hátíðarhöldin hafa staðið yfir í nokkra daga, en tónleikarnir hápunkturinn. Á meðal þeirra sem koma fram gamlar kempur eins og á móti Sól og Gildran, en líka nýrri leikmenn eins og GTRN og Aron Kahn. Já, við fylltum húsið hérna 2008, þá fundum við svona hvað við vildum vera með mikið af fólki og við höfum passað okkur að bæta ekki við það síðan því að við viljum ekki stækka, við viljum bara halda áfram og halda þessu góða sambandi hérna milli gestana okkar og íbúana hérna Borgarfirði. Þetta auðvitað ekki stór staður, þannig að hann þolir ekki endalaust að gestum. Aðrir landsmenn geta fylgst með hér á RÚV því útsending hófst á Rás 2 og á vefnum klukkan 7 og heldur áfram í sjónvarpinu hér að loknum veðurfréttum.
þá að veðri. Á morgun verða suðaustan 5 til 13 metrar á sekúndu og víða rigning en þurrt að kalla á norðaustanverðu landinu. Bætir síðan bæði í vind og úrkomu sunnanlands annað kvöld. Hiti á bilinu 10 til 19 stig, hlýjast norðaustanlands. Það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Anton Sveinn McKee var fyrsti Íslendingurinn til að hefja keppni á Ólympíuleikunum í París í dag. Hann komst ekki áfram í undanúrslit 100 metra bringusundsins en var þó ánægður með sund morgunsins. Íslensku handboltaþjálfararnir Dagur Sigurðsson og Alfreð Gíslason stýrðu sínum liðum Króatíu og Þýskalandi til sigurs í fyrstu leikjum sínum á Ólympíuleikunum í dag. Ólympíumeistarar voru líka krýndir í dýfingum, skotfimi, júdó og fleiri greinum. Við förum yfir þetta og fleira í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Geysi mikið jökulhlaup úr Mýrdalsjökli hefur valdið stórtjóni á Mýrdalssandi í dag. Tætt í sundur hringveginn á löngum kafla og flætt yfir tún í Álftaveri. Bóndi í Álftaveri telur öruggt að hann hafi misst eitthvað af fé sínu undir vatn. Flóðið hafi komið snöggt og skepnurnar ekki haft ráðrúm til að bjarga sér. 15 börn og 8 konur voru drepin í loftárás Ísraelshers á skóla á Gaza í morgun. 11 börn og unglingar voru drepin í loftárás á fótboltavöll í Ísrael. Ég græt á hverju ári en hlæ líka, dansa og öskra, segir þáttakandi í druslugöngunni. Mikill fjöldi gekk til stuðnings þolendum kynferðisofbeldis í dag. Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Við verðum hér aftur á sama tíma á morgun og minnum þangað til á vefinn okkar ruv.is. En það hefur líklega ekki farið fram hjá mörgum að Ólympíuleikarnir eru komnir á fullt skrið og í kvöld ætlum við að kveðja með þessum myndum frá setningarathöfninni í París í Frakklandi í gær. Takk fyrir samfylgdina í kvöld, verið sæl. Annað kvöld á RÚV. Ólympíukvöld. Samantekt frá viðburðum dagsins á Ólympíuleikunum í París.